Í þessu kennslumyndbandi ætla ég að fara í gegnum hvernig er hægt að nota minnismiðakerfið Google Keep. En ég byrja því að opna nýjan glugga og skrái hérna inn Google Keep og þá birtist þetta hérna. Google Keep er hluti af Google fjölskyldunni svo kallari og til þess að komast inn á slíkt að þá þarf maður að vera með Gmail. Ég ætla að nota hérna snjall vefjupósti minn sem er líka Gmail. Skrá mig hérna inn. Og þá birtist forritið svona. Hérna uppi er hægt að velja hvort maður sjái menjúin eða leiðbeiningar það sem er hægt að gera og þegar maður kemur hérna inn þá eru nokkur hluti sem hægt er að gera. Þetta er bara svona auglýsing hérna. En hérna ef við viljum skrifa minnismiða og nú ætla ég að búa til fyrsta minnismiðan og hann til dæmis er bara nám, segjum það. Og ég skrifa hérna. Og þá er í rauninni komin fyrsti miðinn minn. Hann er bara komin hér. Síðan get ég unni með þessa miða hérna. Hérna get ég alltaf búið til nýjan. Ég get búið til nýjan miða sem er til dæmis. Og ég get búið til hérna nýjan lista til dæmis. Ég gerir nýjan lista og hann á að heita heimanám. Og fyrst kemur hérna bara hlusta á hljóðbók. Svo bara ít ég enter og þá get ég skrifað búa til glósur. Og þannig get ég haldið áfram alveg bara og búið til hérna senda heimadæmi og svona get ég haldið áfram. Æfa leikrit og svo ít ég á close og þá er miðinn komin hérna líka. Til þess að setja miðan inn þá við getum líka hérna sett, ég ætla að fara eins í gegnum stillingarnar hérna. Ég myndi að sjálfsögðu byrja því að velja eitthvað fallegan lit, þannig ég myndi velja til dæmis grænan og þennan, svo myndi ég skipta lita á þessum. Núna erum við komið með eitthvað svona smá þema. Það eru tveir hérna sem eru merktir afmæli. Ég ætla líka að gera þannig bláan. En það sem ég get gert er að ég get búið til svona label og ég get látið það heita til dæmis afmæli. Þá er þann merktur og ég vil líka hafa þennan hérna að hann sé afmæli. Þessa hérna get ég líka sett að label og ég vil búið til nýjan skóli. Og þá er þessi líka kannski væri skóli. Þessi væri skóli. Og þá sjáum við að miðarnir er komni hér. Þannig ég get haft á bara miðana sem eru merktir afmæli eða bara miðana sem eru merktir skóli. Ég get fest á hérna og hérna sé ég bara alla aftur. Ég get fest á þannig að þá verður pinnaður hérna efst. Svo get ég bara tekið það aftur. Ég get sett myndir til dæmis hérna inn. Ég get sett bara setjum hérna einhverja mynd
Þá er komin hérna Google Translate myndir reyndar, kannski ekki alveg myndir sem passaði, en þarna get ég sett allskyns og ég get bætt semst einhverjum öðrum við, ég get bætt, ég ætla að bæta öðru netfangi sem að ég á bara og þá er komið með samstarfs aðalega hérna sem getur líka unnið í þessum miða. Þannig að maður getur deilt miðunum á milli með öðrum og maður getur opnað það í símanum og maður getur opnað það í rauninni hvaða tæki sem er. Þannig að þetta er ótrúlega sniðugt til að sýna ykkur hvernig það kemur síðan út í símanum. Þannig að við stoppum að sér í tölvunni. Og núna er ég komin hérna með spjald í hendurnar og ég ætla að opna Google Keep forritið. Og það er hérna og ég opna það og þá sé ég að sömu miðarnir eru líka komnir í spjaldi hjá mér. Munurinn er hérna, ég get skrifað bara nýja miða og þá er hann bara komin hér. Ég get bara alveg eins og í hinu, ég get skipt lit, ég get valið bara hvað sem er og ég get sendt hann, ég get búið til kópí á honum. Þannig að núna er allt í einu bara konið 2 miðar sem heita nýr miði. Sem tekið upp hljóð. Þannig ég get tekið upp hljóð og þá kemur þeir henni og getur bæði látið hann að skrifa og spila hérna. Þannig að þá er hljóðfallin líka komin inn í þannig að þetta setja að hún getur bæði skrifað og tekið upp hljóðið. Það er mjög sniðugt. Og þið sjáu hvernig það kemur eins og svona playtakki hérna fyrir neðan. Þannig að þá sér maður þegar það er hljóðfall líka. En bara gangi ykkur vel og góða skemmtu við að pröfa Google Keep. Takk fyrir.